komið að liði 6, lögreglan á Akureyri, til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á síðasta fundi bæjarráðs þá fengum við heimsókn til okkar fulltrúa lögregluembættisins hér á Norðurlandi eystra og erum núna að fjalla stöðu embættisins hér. Það í rauninni eiginlega alveg óásættanlegt að á sama tíma og málum á borðum embættis lögreglunar á Norðurlandi eystra fjölgar gríðarlega, brotin sé að verða alvarlegri og ofbeldi gegn lögreglumönnum margfaldist, að þá fáist ekki nauðsynlegar fjárveitingar til reksturs embættisins. Á undanfarnum árum þá hefur málum fjölgað gríðarlega hjá lögreglunni Norðurlandi eystra og í fyrra voru þau þrefalt fleiri en þau voru árið 2016. Ekki aðeins hefur málum fjölgað, heldur eru brotin alvarlegri og á það meðal annars við ofbeldisbrot, kynferðisbrot og heimilisofbeldi. Auk þess sem ofbeldi gegn lögreglumönnum á Norðurlandi eystra hefur margfaldast á nokkrum árum, en nauðsynlegt að velta fyrir sér þeim veruleika að lögreglumenn á svæðinu hafi 5-falt oftar borið vopn í útköllum sínum í fyrra en þeir gerðu árið þar á undan. Þrátt fyrir fjölgun íbúa og þetta gríðarlega fjölgun ferðamanna þá hefur lögreglustjórinn bent á að jafnmargir lögreglumenn sinni útkalla á Akureyri og nágrenni og var árið 1980 og bent á að nauðsynlegt sé að bregðast við og fjölga lögreglumönnum á stöðinni. Þegar horft til þess hvaða þættir fólk telur vera mikilvægustu búsetuskilyrðina því að við í bæjarstjórn erum yfirleitt að hugsa samkeppnishæfni okkar og að skapa sem bestu búsetuskilyrði fyrir íbúa, þá ætti það ekki að koma neinum á óvart að það sem efst á blaði öryggi. Og það ætti því að vera augljós þáttur í að tryggja öryggi að lögreglan á svæðinu sé mönnum ásættanlegum hætti. Mér langar að nefna líka að við sem að sitjum í bæjarstjórn berum að sjálfsögðu ekki ábyrgð á rekstri lögreglunar á Norðurlandi eystra. Það hlutverk ríkisins. Í mínum huga ber okkur hins vegar enga síður skylda til þess að gæta hagsmuna bæjarbúa. Og ég tel að það sé sér í lagi þrennt sem að ég hef áhyggjur af á þessum tíma varðar grundvallar þjónustu í okkar nærsamfélagi og það mönnun og rekstur lögreglunar á Norðurlandi eystra, sjúkrahússins á Akureyri og heilsugæslunnar. Og þarna erum við að tala 3 gríðarlega mikilvægar grundvallar stoðir. Þess vegna ég líka ánað með að nú á ársþingi samband sveitarfélaga á Norðurlandi eystra sem að haldi verður núna í vikunni, þá einmitt að ræða þessa 3 grundvallar þætti sem að skipta máli fyrir góð búsetuskilyrði og samkeppnishæfni svæðisins vegna þess að við erum stærsta svæðið utan stóru höfuðborgarsvæðisins og það erfitt að byggja á sandi. Að þessu sögðu þá legg ég fram fyrir hönd bæjarstjórnar eftirfarandi bókun. Þrátt fyrir fjölgun íbúa og gríðarlega fjölgun ferðamanna hefur verið bent á að jafnmargir lögreglumenn sinni útkalla á Akureyri og nágrenni og var árið 1980. Við því sé nauðsynlegt að bregðast og fjölga lögreglumönnum. Ekki aðeins hefur málum að borðum embættisins fjölgað, heldur brotin með við upplýsingar frá embættinu alvarlegri og á það meðal annars við ofbeldisbrot, kynferðisbrot og heimilisofbeldi, auk þessum ofbeldi gegn lögreglumönnum hefur aukist. Bæjarstjórn skorar því á ríkisvaldið að tryggja tafarlausar úrbætur í mönnun lögreglunar á Norðurlandi eystra. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Mér langar bara að koma upp og þakka bæjarfulltrúa Hildu Jönu fyrir að vekja athygli á þessu máli og biðja að það yrði sett á dagskrá. Og sömuleiðis bara hrós til lögreglustjórans okkar sem hefur verið ofsalega dugleg að koma þessari stöðu okkar hér á framfæri, bæði við okkur og ríkið. Og ekki nema sjálfsagt að við leggjum henni og þeim lið í þeirri baráttu. Og ég nefndi til dæmis við lögreglustjóran hvort þau hefði ekki hugað að setja inn umsögnin í samráðsgáttina borgarstefnu. Þar sem að við erum að tala hlutverk okkar sem borg og ég held að það skýrir svo mörgu leyti stöðuna að það að segja að fólk á höfuðborgarsvæðinu skilur bara ekki við hvað aðstæður við búum hér á Akureyri, að við séum líka pínu borg og að við
erum hinn staðar með skemmtunarlífið, við erum með fólk sem að býr á götunni því miður, við erum að sinna alls konar félagsþáttum fyrir sveitarfélög hérna á svæðinu, þannig að við erum vissulega hinn borgin og þetta þarf bara að ríkið að fara að viðurkenna og setja þá fjármagn sem skildi á þetta svæði sem að við erum hinn borgin. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónsdóttir lokið máli sem næst hefur til máls bæjarfulltrúi Ásrún Ýr Gestsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara þakka Hildi fyrir að taka þetta mál upp og tala öryggi í sveitarfélaginu, að þá erum við fjölkjarna sveitarfélag og við búum líka við þá sérstöðu að hinu tveir kjarnarnir eru eyjur, þar sem ekki auðvelt alltaf að komast á milli og því miður það þannig að hluti íbúa í sveitarfélaginu býr ekki við þetta öryggi og sinnuleysi lögreglu hreinlega get ég sagt sem íbúi í Hrísey og það hefur verið bent á, lögreglunni hefur verið bent á að þau þurfa að sinna þessum málum betur því ekki komið þegar kallað Þannig að ég vona innilega að við sem bæjarstjórn getum svolítið ýtt á að þjónustunni sé sinnt allstaðar í bæjarfélaginu. Bæjarfulltrúi Ásrún Ýr Gestsdóttir lokið máli sínu orðið laust. Þá segi umræðum þannig að lokið.